Stærsta málið auðvitað að ná skuldunum niður, þannig að við náum þessu setta marki, skuldaviðmiði sem að gert ráð fyrir í lögum. Nú síðan eru stór mál, það varðar nú aðallega ríkið, við þurfum að fá betri fjárveitingar frá þeim. Nú síðan eru auðvitað mörg önnur mál sem á dagskrá, aðallega tengt skólunum og því. Við þurfum að byggja þar, það eru stór framkvæmdir. Þetta er svona það helsta. Að ná skuldunum niður, það er aðalatriðið, en síðan verðum við bara að bæta samfélagið. Reksturinn skapar gott mannlíf ef hann er góður og það er nú aðal áherslan, en við höldum áfram að styðja við barnafjölskyldur og íþróttirnar eins og kostur er. Nú, þá er þetta að tala um kísilverin. Það eru auðvitað mörg önnur fyrirtæki þarna, en það verður að bara fara eftir lögum það, að við erum með umhverfisstofnun og skipulagsstofnun sem að ráða ferðinni. Við höfum eitthvað þetta að segja sjálfsögðu. Ég tel eðlilegt að við fylgjumst vel með og gætum þess að umhverfisstofnun fylgi sínum kröfum eftir. Þetta er náttúrulega bara bölvað slys með United Silicon, en ég veit ekki með hitt. Ég var alveg sáttur við það þó að þetta kem ekki, þessi kísilver, en það verður eitthvað að koma í staðinn. Við eigum möguleika í sjávarútvegi, tengslum við flugvöllinn. Þar eru tækifæri. Og síðan eigum við fullt af tækifærum í atvinnumálum upp á Ásbrú, og þar eigum við eftir að skipuleggja og búa til gott samfélag sem er sjálfbært. Sko, fyrsta lagi þurfum við að ná þessu skuldu niður. Með því lækka vextirnir og þar með höfum við tækifæri til að gera ýmislegt. Ég vil sjá íþróttirnar dafna hérna, ég vil sjá skólana dafna, ég vil sjá svona menninguna dafna líka. Við eigum eftir að skipuleggja fullt af hverfum svona betur og koma götunum í betra lag, gangstígum og fleira. Það er margt eftir þegar við erum búin að ná þessari kröfu lagana skuldaviðmiðið og skuldirnar. Sjáum náttúrulega að það er gífurlegur vöxtur í samfélaginu, bæði í atvinnulífi og fjölgun íbúa. Það auðvitað krefst ýmislegs af okkur sem við þurfum að koma á móts við, en ég sé bara bjarta framtíð fyrir mér. Við eigum tækifæri til þess að verða mjög stór og sterk í framtíðinni.